koma vonandi alltaf Martin. Já. Svo ætlum við að setja ekki á streymið. Komið. Og þá séu bara góðan daginn og velkomin á 35. fund í íbúðarráði Vesturbæjar. Við erum hérna 4 í dag, Magnea, Þorvaldur, Halldór og ég, og svo Eiríkur búi með okkur sem starfsmaður og tólkar. Við erum með nokkur svona stærri mál á dagskrá í dag, þó dagskráin líti ekki langt út, þá þetta svolítið viðfangsmikil mál. Og fyrsta aðkoma íbúðarráða að fjárfestinga- og viðhaldsáætlunum 2024 til 2028. Hér erum við komið með bréf frá Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu að við eigum að koma með tillögur, hugmyndir að fjárfestinga- og viðhaldsáætlunum Reykjavíkurborgar fyrir næstu 5 árin. Við getum komið með alls konar hugmyndir. Það ein hugmynd ábending sem komin til mín fyrir fundinn, en hér líka rými til að koma með aðrar tillögur og við getum líka, sem ég mun leggja til, að við leyfum okkur að vinna þetta fram að frestunum 31. maí og að ég mun bara skila inn ábendingum. Við tökum það bara eftir umræðina. En tillagan sem ég hef fengið ábendingum fyrirfram, það að tryggja það að KR verði á fjárfestinga- og viðhaldsáætlun. Það gríðarleg þörf fyrir því og við vorum að hitta Pálma í bakhópi íbúðarráðsins í síðustu viku sem ætla að senda á okkur tölur og gögn sem þau með í KR. Ég reyndar ekki fengið það ennþá, en við bara ýta á það eftir fundinn. En það þann daginn, það ein af þeim hugmyndum sem ég legg til að íbúðarráðið mun spila inn. Svo opið fyrir umræðu og aðrar hugmyndir, en sem sagt enginn sem hefur spilað neitt inn til mín fyrir fundinn. Einhver sem vil setja sig á mælendaskrá? Ég vonandi það sem við vorum að ræða. Afsakið, fyrir ekki. Hvað, lentur ykkur upp bílavissinni eða? Nei, ég bara var aðeins og seinn, mætti hérna út þegar hérna varum að réttum venjulegu stað, og fyrir það bara enginn hana, nema einhver fundur, einhverja Evrópu-einstakling, ég bara Svo, ég verði smá tíma að bara komast þetta yfir götuna. Varstu nokkuð með bakpoka þannig að þú bara hafði lítinn hornu eða? Það var fullt af opnuðu mönnum hérna allt í kring. Það er rétt. Ég var náttúrulega í þjóðbúningu. Já. En það náttúrulega að plata það, sko. Hérna erum við með glærukenningu sem við fengum líka aðsend, þar sem það listað upp þau verkefni sem á áætluninni eins og á áætluninni þá 24 til 27. Það nokkrar götur og stigar. Það viðhald á fasteignum sem alveg stórt mál hérna núna með skólana og leikskólana sérstaklega. Og aðeins neðar þá hverfið mitt sem Eiríkur sérfræðingur í og það kosningar í haust næstu verkefni sem við viljum setja af stað. Þetta svona bara helsta sem á áætluninni. Við erum líka hérna með alla áætlunina og getum skoðað það ef við viljum rýna meira í þau gögn, en ég vona að vera að renna yfir það fyrir fundinn líka. Nú komst ég ekki á þennan kynningafund daginn. Varðandi viðhald fasteigna meðalskóli, eitthvað komið meira á hreint? Tímasetninga áætlun eða eitthvað, vegna þess að voru taldar upp einhverjar nokkrir valkostir. Já. Það ekki byrjað að skoða það neitt? Nei, og ég hef ekki fengið neina skýrslu, en það hefur verið talað að það einhver skýrsla
vinnslu varðandi miklu málin. Hún var unnin skýrsla. Já. Hún bara á Reykjavíkurborgar undir Melaskóla. Já, og ég held að sé örugglega í henni þar sem við bara farið í gegnum hvernig hvernig þessar bara skemmdir líta út, það er eitthvað á miklu og eitthvað. Og sér tilgreindir þarna 3 kostir með hversu langt eiga að fara. Og þá sem ódýrasta sem dugar í einhver 2 til 5 ár, einhver dýrari sem kostar dugar í 10 ár og dýrasta sem að fer þá í rauninu bara að strípa eða allt og hann rúmið þá dugar í einhver áratugir. En þá þarf að affriða. Það er panel inni og það er góldúkur og þetta er... Það sé hönnun friðið eða hvað? Ég skilst að það sé þannig. Já, ég er búinn að heyra þessu. Ég er einhvern veginn á því að það sé góð fjárfesting að huga til lengri tíma og bara alla leið og fá affriðunin í gegn og gera þetta til einhverja áratug heldur en að vera að gera þetta til einhverja daga og fá þá bara bakreining sko. Miklu og þarf að flytja aftur og bara, ég held að það nóbrennir í mínu haus sko. Ég er sammála. En það verður gott að einmitt að bara heyra þessu umræðu heldur eitthvað áfram. Já, en hversu mikið höfum við í þessu ráði þetta að segja? Menn ekki að fyrst og síðast ákvörðun borgar, Jú, þetta er borgarstjórn sem fjármálin sem verður að taka ákvörðun. Ég get ekki sagt borgarstjórn hvað þau hafa ákvörðun. Við getum alveg spilað inn og lagt til og við viljum stundum verðum okkar hverfi og auðvitað. Ég myndi sérstaklega sko við sem íbúar og foreldrar sem erum að senda krakkan okkar í þennan skóla að það bara skiptir svo miklu máli hvort að það verði bara á 5 ára fresti verið að taka heilu stofurnar í gegn sko. Það er ekki Held að sé líka bara sko, ekki bara sem foreldrar og íbúar, heldur bara sem bara, ef við erum að gæta hagsmuna borgarbúa í heild ekki bara til út þetta kjörtímabil heldur því það fram í tíman eitthvað, þá hljótum við að ætla að taka og vilja að taka ákvarðanir sem eru borgarbúum til hagsbóta til lengri tíma. Ég er sammála. Það hefur komið upp þetta sjónarmið bara sem verður arkitektúrs og svoleiðis. Svo það er alveg sjónarmið. Ég er persónulega á því að það er reyndar inn í, ég var sem strák í Melaskóla og stráka og inn í stofunni sko, þá var þessi panel sem ávist ekki snerta en sem eru bútar á panelina sem eru nýrri. Já, svo hversu ósnertanlegt það þá orðið? Það verður bara einfaldlega að viðhalda einhverju og ef það kemur eitthvað upp á að bara brotnar einhver panel, það bara að gera eitthvað. Svo að... Það er að smygla, hvað á þess að jáðarkar samt endum ég þetta? Ég málið það en til dæmis með dúkir Endum mikla? Það er talað um að dúkurinn, þetta er svo óbúðslega góður dúkur. Þetta er hann dugar þarna marga áratugi og hann er svo góður sko að halda miklunni inni. Þannig að þetta er svona einangrun. Þetta er ákveðin einangrun. Það hefur opnað til þess að kanna hvað er hann inni og sem hefur verið flýsir að loka til þess að það sé ekki að gjósa þetta neitt úr. En sko, þeir sem eru næmir fyrir þessu annað borð, þeir finna þetta hvort sem að þetta er lokað inni í einhverjum dúk eða ekki sko. Það fólk verður veikt eftir sem áður sko. Og það mun þurfa að... Já, smífur einhvern veginn. Maður finnur lyktina. En maður, hunsar eftir því og finnur maður lyktina í húsum sem er raki og mygla. En sem líka sko, það þarf að viðhalda öllu. Og eftir 100 ár mun þurfa að hafa farið í gegnum Melaskóla, maður bara nýtt tækifæri. Og þetta er kannski önnur umræða. Ég er alveg á því að við þurfum bara nýtt tækifæri núna og gera þetta bara sómasamlega og bera virðingu fyrir arkitektunum en líka fyrir fólkinu sem starfar og nemur þannig. Já, þetta þarf að ganga fyrir einhverjir arkitektur sem eða skrif. Já, ég meina, það er líka kannski ekki að finna eitthvað milliveg, það bara finna panel eða hræningu sem er í anda
þeirra klæðningar sem var upphaflega. Ég er ekki, þú veist, ég er ekki með dúkinn hvort það sé, ég veit að lamellin dúkku hann góður sko. Það er þægilegt að, þú veist, að þrífa hann og það er þægilegt að halda honum við og svo framvegis, þannig að það er margir kostir sem hann hefur, það er bara, þú veist, spurning hvort að það er lausnin til lengri tíma. Aðallega held ég þetta snúið að viðhaldi á húsinu utandyra. Það sé að leki bara ekki hreinlega. Það er einmitt annað að steiningin friðuð. Já, ég er með stein. Það þarf að endursteina húsið. En hérna, þetta kannski getur við einmitt, hérna, ég veit ekki hvað þetta er, bara þegar þið komið á næstu stiga þá kannski bara tökum við þessi umræðu í ráðinu. Ég hef búin að skrá þetta að við viljum hugsa til lengri tíma og... Má ég spyrja aðeins eina spurningu? Ég veit ekki hvort það sé betra að byggja hratt eða rólega. Tengslu við mikla, ef það er byggt hratt, þá þýðir það kannski þá er ekki mögulega vel gert og þá kannski meiri möguleiki á að miklu. Getur það, bara velta þessu fyrir mér, hvort það hafa áhrif. Já, ég meina þar var sérfræðingarnir að koma af stað og svo verðum við bara að treysta að það verður fylgst með verktökunum þannig að þetta verður gert almennilega og við getum ekki gert meira en það. Nei. Já, það er ekki dýrt að sé þetta samhengja milli þess að byggja hratt og byggja illa sko. Nei, einmitt, það er oft biðtíma alltaf milli bara. Já, ég var bara að velta þessu fyrir mér svona hvort þetta skipti ykkur máli. Já, þetta er fín ábending að taka með. Svo, já, þetta er auðvitað bara sjálfsagt að skólanir og það er ekki bara Melaskóli, það er líka Hagaskóli og nú Vesturbæjarskóli. Þannig að skólar og leikskólar, þetta er alveg bara stór pakki og eins og við sáum á glærunni hérna áðan. Þá er þetta líka á áætlun, þetta er í farveg en það er gott að við erum með og ýtum eftir því. En svo langar mig líka að þá upp á aðra hugmyndir ef það eru fleiri pælingar í þessu. Varðandi þessar framkvæmdir? Sko, já, við getum hugsað okkur skóla og leikskóla þannig eiginlega bara sem eitt pakka. Við ætlum að ýta eftir að þetta verður á fjárfestingaráætlun viðhaldsáætlun næstu árin af opinberum aðstæðum. Þetta er bara sjálfsagt. En svo er þetta líka hægt fyrir okkur að koma með aðra hugmyndir ef það er eitthvað sérstakt sem við vitum í hverfinu. Sem er ekki nú þegar hérna, þá er alveg opið fyrir því. Nokkru hlutir, já. Bara þetta hvað mjög tíma. Reyndar eitt í hérna Glæðarsölunni, það var þarna göngu- og hjólastígar, Þorgilsskóli, Faxaskóli, Nesskóli, Ægisíða. Eru komið teikningar að þessu? Ég veit að það voru, þetta Sörlarsskóli, Faxaskóli, er þetta áframhaldandi, veist þú þetta? Þetta er hjólastíðurinn fram á því hjólastíðunum þarna á Ægisíðu. Bóðan. Já. Ég hef séð teikningu en ég veit ekki hvort það sé orðin komin út eitthvað staðar, ég bara sá neitt mann á fundi. Nesur Ægisíða, er þetta að fá að sjá þetta? Ég get bara aðtöða það í raun í framhaldi. Þið getið margt eftir bara framhaldi sko. Við óskar kannski bara eftir að bara ráðið fái þessar teikningar? Já, ég skal bara, fyrir maður hérna bóka, ég bara teka á milli fundi og við getum það í kjölfarið haft á næsta fundi bara umræðum þessar framkvæmdir sem á skólanum, bara 2 liðir þá og þá getum við fengið þau gögn sem og þá getum ég líka bókað eða komið tillögur í kjölfarið. Það eru hvort ekki að bara mjög, held ég, þörf og gagnleg verkefni. Hentu ykkur á punktar hérna og láta þetta á dagskrá bara á næsta fundar. Skiltu bara reyna einu viðbót. Ef þú þekkir eitthvað til Nesur Ægisíða, er eitthvað samtal við Seltjarnarnesbæ varðandi stoppar þá bara þessi? Ég veit að við eigum oftast hefur ég alltaf samtali við. Já, en þú veist ekki hvort að það, eða hvernig það... Ég ekki mekkan svona en ég veit að það er alltaf Já, ég veit að það er eitt að sko, en það er gaman að vita sko hvort Seltjarnarnesbæ sé búin að segja já eða nei eða
Við hvernig ættum þessu bara? Það væri voru gott að fá það líka. Það var svolítið gott að vita hvernig tengingin á að eiga sér stað, ef það komið hjólastígur alveg bara út á, og svo hvað, þú veist, því að hérna oft er fólk að hjóla sem fer nesvinginn eða hvað það er og kemur tilbaka nesveginn og er svo að fara til þá hægri inn að sjó og þá er engin stígur eða neitt og þá er það bara hjóla á götunni og hérna, bara þessi tenging á milli, bara ég tekum til þetta, milli hérna, já. Það var nefnilega sko fyrir einhverjum árum, hérna, við þurfum kannski komin aðeins út fyrir, þú bara stoppa okkur, að hérna þá var Seltjarnarnesbær að skoða hvað þetta að gera í bara málum þarna á svæðinu, nesveginum og þá leggur einhver nefndist í vinnuhópur til að götumyndin yrði breytt talsvert og meðal hann settur upp hjólastígar. Síðan var ekkert gert í því og núna sko, hvað var hittifyrra, sem að hann var frestur og endurgerður allur og þá var hann fóruð bara í sama far. Svo það var sett því miður lítur kannski ekki út fyrir að það verði gert neitt í næstunni, en það væri úrslag jákvætt eða það væri alltaf að koma því inn í ferli og Seltjarnarnesbær að gera þetta. Sérstaklega vegna þess að sko, þetta skiptir okkur máli sem Vesturbæinga, en ekki síst vegna þess að sko við enda Nesvegarins síðan áratugir. Það er sko íþróttahús sem að Reykjavíkurborg borgar hlutir fyrir. Svo hérna. Já, það væri eðlilegt að það væri svona einhverjar eðlilega samgöngur á milli. Ég er ekki vissum að það gera eitthvað hjólastíg og eitthvað þrengjað umferð sé eitthvað sem að nesið sé hrifið á því að það er alls mikið eitthvað, borgar eitthvað. Já, en sko þetta var tilhæra sem þau lögðu til og komum út úr einhverju vinnu. Og hérna skildist að aðalvandamáli væri reyndar sko, hérna, það er hérna annar mál. Þetta er eitthvað sem ég held að sé alveg ástæðu til að hérna kannski að við getum kannski komið með athugasemdir til að reyna í það. Má ég ennþá meira, sem við kannski veit eitthvað LED-væðing, þetta eru ljóskerinn, er eitthvað hérna, það hafi sko, ég man að það var fyrir einhverjum árum rætt í íbúðarráði hvað þetta að gera vegna, það var einnig spurningi sko, ætlum við að gera þetta hratt og LED fyrir það snemma eða eigum við að setja eitthvað meira í það og endur gera staurana og lagnirnar og svo leiðis. Það er bara, svo ég svarið því bara allavega fyrir Nesveginn, sko, það er komið nýjir staurar og komið nýjir ljósbar, sko. Ok, hvernig var því? Það gerist bara í síðustu viku. Það var einhvers staðar sko þarna á Ásvallagötunni eða einhvers staðar þar. Þar var held ég alveg örugglega sko ljóskerfi, staurunum skipt út og settir aðri svona minni og nettari sem bara eru miklu meira huggulegri. Og það væri held ég rosalega jákvætt að taka út sko hraðbrautarstaurana sem víðast og skipta þeim á til þess bara Birkimeru. Ef maður stendur hérna á Hagatorgi og horfir hringinn, að horfa sko út hérna Dunhagan og þar sem eru risastórir svona hraðbrautar ljósastaurar og samt Birkimeruna þar sem þetta orðið upp á svona nótalegt að það bara breytir alveg upplifuninni og hérna. Ætli það sé ekki skipt, Sko, þegar einhvers þeirra skiptist mér átti bara að skera ofan af og setja huggulega staura en þegar þetta er lækkað og ljósin verða bara minni sig þá er það að þétta þau líka og þá er það að rífa upp og þess vegna held ég að það hefði gert sko Birkimennum vegna þess að þetta portið er að rífa upp alla göturna. Þessi staurar, ég tók ekki eftir að setja upp nýja staura. Þetta sé alveg sæmilega þéttir þarna sko. En það er bara búið að setja það búið að lækka á talsvert og þeir eru miklu huggulegri heldur en það voru. Það er ekki þessi, eins og lýsir hraðbrautar og staurar sem eru alveg einhvers huggulegri. Má kannski fá fleiri gögn frá fólkinni. Hérna, eða verður bara að fá yfirlit yfir sem hérna stöðumál og stefnum og hvað á að gera hvað. Það er alveg hægt. Skrámum bara. Já,
Þannig að þessi einfaldast að henda þessu öllu bara á dagskrá næsta fund og að kalla þetta í kynningu. Já. Þurfum ekki að fyrirspurnum, það nema sér tilbúin en það er ekki tilbúin sem þetta er í umræðum, þannig að það er auðvelt bara að sé þá fólkum allt og við höfum þessum dagskrárlegi næstu funda. Og þá eru kynningar frekar en bara 12%. Svo er þetta, mér finnst þetta Ok, náttúrulega kannski bara nóg að fá bara PDF-skjálfækning á. Endanlega sko bara hérna... Þetta er í fullum gangi verið stöðar, sko, Já, leitaðingum byrjaði fyrir einhverjum árum. Það er að segja, sko, þetta gerðist svo hratt, skilur, bara allt. Já, ykkur, já. Bara, ég tók ekki svona eftir að vera ekki illa að vinna hana, eða neitt að vinna hana. Þú tjekkar bara hvað sem hendur best í næsta fundar, hvort það er kynning eða bara bréf, við finnum bara út af því. Ef það er bara einhver hópur innan sviðsins sem er að vinna í þessu og kannski bara búa til skýrslunni svona árið og er bara alltaf að fá nýjustu skýrsluna, það er kannski bara nóg. Til að vera ekki að draga einhver manneskja á fund. Já, ég bara fyrir mig yfir hvað leiðir þér og ég ræði þau hvort þau vilja fá að senda bara hvort þau vilja fá kynningu. Það segja gögnum ekki nóg þannig að þau vilja koma sjálf. Síðan sá ég hérna malbyggun og fræsun, það er ekki mikið í Vesturbærum. Bara við vera svona eitthvað smá. Ég tók eins og eftir því að það á í ár að lækka hámarkshraða þarna við Hverfiskjarnan á Hofsvallagötunni. En ég hef ekki fundið neitt þetta. Hvorki tímasetningu hvenær á að gera eða hvort það verði gerðar einhverju svona framkvæmdir í kringum það. Það er hámarkshraða áætlun. Já, ég hef bara ekki fundið það. Já. Ekki nema bara að þetta verður gert á þessu ári. En það er hvergi neitt sko nákvæmlega hvenær verður þetta í sumar, verður þetta í desember. Væntanlega sumar en það væri gaman að vita það sko. Og líka sko verður bara skipt með skilti eða verður gert eitthvað í kringum svæðið til þess að hérna... Aðeindrun eða eitthvað slíkt. Já, eða bara sko, til dæmis í hérna Laugarneskverfinni, þarna hjá Kaffi Laugu eða þar. Já. Það er rosalega næs bara svona á gatnamótunum, það er búið að gera hérna bara helluleggja og það er bara breytir andrúmsloftinu sko, þegar þú keyrir inn á hellulegan veg, það er öðruvísi heldur en að þryggja eftir Malbyggu búlevardi. Svo hérna, það væri gaman að vita sko, er eitthvað svoleiðis í bígerð eða er það eitthvað sem að væri mögulega skoðun eða... Það er nóg fyrir næsta fund, bara heilt mér. Já, Ég geti fyrst margt að pakka. Já, ég hef líka beðið eftir að ég er að bíða bara eftir að sjá hvernig þetta fer á Mýrugötunni sem við höfum líka rætt á fundi hér. Þar sem var ákveðið að lækka hámarkshraða. Það þarf auðvitað að fylgja meira en bara að setja upp ný skilti. Sömum við sem þetta á Suðurgötunni, þar á hún og þar niður í 40. Já, það var alveg nóg á göttum. Tekið þarna í Markagötu, tekið í Vesturbænum, en það hefur ekki komið til framkvæmdar ennþá. En við getum bara óskað eftir stöðuna. Í stöðunni og líka sko hvort það verði farið í einhver svona hraðatemprandi aðgerðir. Já. Perfekt. Eru fleiri pælingar varðandi fjárfestinga á viðhaldsáætlun? Eða bara spurning, að því ég sé núna að vera laga hérna á Hringbraut, en það er ekki þetta. Er það annað? Er það bara svona... Það er þetta Hofsvallagöta Hringbraut gatnamótin sem var vegagerðin Er bara að laga, þú veist að þeir var svona ójöfnur eða það? Nei, það er verið að gera það er verið að gera nokkra hluti. Það er verið að annars verður bara að laga malbyggið. Það er líka verið að færa aðeins einhver akrein til vegna þess að miðju eyjan. Þú varst að fara yfir Hofsvallagötuna, yfir Hringbrautina eftir Hofsvallagötu Hofsvallagötuna, þá var eyjan svo lítil og komst eitthvað fyrir. Svo við ætlum að stækka hana upp í eitthvað viðmið sem er, ég man ekki hvað. Og þá þurfti að taka aðeins af gangbrautinni, sem er líka verið að
lengja, held ég, vinstri beygju vasan af hringbrautinni inn á Hofsvallagötuna Bæjarsíðinni. Og svo var nokkrar brautir. En ástæðan fyrir að það er ekki á þessu yfirliti örugglega það er Vegagerðin sem á hringbrautina. Já. Ekki Reykjavíkurborg. En þetta er áætlun Reykjavíkurborgar. En byrju... Reykjavíkurborg mun ekki vera með verkefni Vegagerðarinnar í sínum áætlunum. En varstu, var ekki Lárusjökull, ekki borgin að taka við? Það er ekki negl. Það er ekki komið allavega ennþá, þetta er eitthvað sem að Vegagerðin. Já, það er eitthvað svona innræðina, ok. Skil. Ok. Já. Reyndar, ef við farum meiri framkvæmdir, það var átti að setja líka útbúa hjólakreinar þarna yfir. En í samtölu við Vegagerðina þá fékk ég að heyra að það hefði ekki verið gert vegna þess að borgin hefði ekki náð að klára hönnunina sín megin. Það er kannski ágætt að heyra sko, er það í bígerði eða Það var hjólastíg yfir hringbrautina. Eftir Hofsvallagötu. Eftir Hofsvallagötu. Það mögulega sko, kemur inn í eitthvað stærra Hofsvallagötu moment sem væri löngu tímabært. En Fara hjólreiðarmenn eftir umferðarljósunum fyrir gangandi eða? Það fyrir eftir bara höndhæðin. Já, það er syns. Já, fyrir eftir sko, ef þú ert á vegna þess að núna er ekki hjólreiðastígur. Þannig ef fólk er á götunni, það er eftir götuljósunum. Eða gangbrautinni, það fer eftir gangbrautinni. Ef það kæmi hjólaakrein, þá bara gerir ráð fyrir að það yrði sett hjólaljós eins og held ég allstað það sem að sko alveg grínlaust þá held ég að veit ekki því að þú veist, ég meina maður er kannski keyrandi og maður tekur til gangandi umferð þá fer allt í einu hjólreiðamaður sem er fyrir framan þaðan yfir gangbrautina af því að það hendar að fara yfir það kemst náttúrulega yfir bara, býtu, ok, á ég að taka til þín sem fyrst var ég að taka til þín sem akandi faratæki og núna þarf ég að taka til þín sem gangandi vegfaranda. Þannig að, já, þess vegna sagði ég þetta á hann með að fara eftir hvað hentar því að menn eru svolítið, ok, ég örugglega að gera það sjálfur, ég segi það ekki. Já, en ég veit hvað minna, já. En ég hugsa að þarna komum við inn í sko að, það eru hvergi almennilegir innviðir fyrir reiðhjól. Þau eru raunverulega til ama á gangstéttum vegna þess að fara hraðar eftir gangandi og þau eru til ama á vegum vegna þess að fara hægar endur en bílar. Og þá þar sem það er svona mikil umferð eins og til þess að Hofsvallagötunni og hringbrautinni raunverulega líka. Þá er raunverulega bara þarf bara að setja og Hofsvallagötan, ég held að bara það er full ástæða til þess að koma fyrir þarna hjólastígum. Núna er þarna einhverjar reinar sko sem eru hálfar í rennum og fyllast ofta drullu og Það er ákveðið vandamál sem að mætir samt sko þegar þú kemur yfir Hofsvallagötuna til austurs og í áttina að þú veist, kirkjunni og því. Þá ertu bara komin í mjóar gangstéttar og þá ertu bara eiga gangandi bótum hjólalauna fyrir hjólalauna. Ef við búum það til og þá þurfum við að þrengja það aftur að umferðinu og það er alveg nú þröngt að umferðinu á Hofsvallagötunni finnst mér fyrir akandi í þetta. Já, það er austan-megin, en norðan-megin. Það er svona allavega eitthvað sem að þarf að hugsa það líka til enda. Það er ekki nóg að hugsa bara, já, heyrðu hingað, þetta er bara komið gott. Það þarf að hugsa það alla leið. Og bara, og hvað gerist svo, þú ert komin þangað, lengra. Mjög góð punktur. Eru fleiri hugmyndir, annars ætla ég að leggja til að ég formaður fá umboð til að fara yfir þetta og ganga frá og skila af okkur tillögum fyrir frestinn, auðvitað í samráði við ráðið og við tökum bara til framlagningar á næsta fundi. Stöðlega.
Flott. Það þarf að skila henni inn 31. maí og er fresturinn. Já. En það er eftir 2 vikur. Já. Svo getum þá kannski bara, ef við erum með einhverjar aukahugmyndir. Endilega, þið sendið á mig og svo tökum við bara umræðuna þannig að milli fundar bara á okkar vettvangum. Flott. En nú er ég komið með nokkra pælingar. Mér sýnist að við séum svona samstiga að þetta er bara allt í línu við umræður sem við höfum haft í ráðinu og enginn sem er að mótmæla svaka mikið. Þannig að ég mun bara koma með þessar hugmyndir áleiðis. Ok, glæsilegt. Þá ljúkum við fyrsta lið og förum í næsta sem er málefni hverfisins. Eins og við höfum rætt á fundum áður þá er þetta aðallega fyrir gesti eða hefur verið hugsað þannig. En svo vorum við nokkur að ræða þetta í síðustu viku að kannski ættum við að nota þannig lið eiginlega til að ræða málefni sem koma upp eru kannski ekki nógu stór til að vera sérmál á dagskrá og að þannig opna fyrir almennar umræður í hverfinu en fyrir íbúaráðið þó að við höfum dagskrávald og getum sett öll mál á dagskrá. Við höfum svo sem rætt núna nokkur einhver mál undir málefni hverfisins. Allt útrækt í síðasta lið. Kláraði á tankinu. Ég er mjög til í svoleiðis sko, það er eru svona ýmislegir hlutir sem að væri gaman að ræða en ég hugsa vegna þess að hverfisjóðs hlutin er heldur svolítið veigamikill að getur verið gott að eiga það inni. En ég er mjög fylgjandi því að málefni hverfisins sé kannski svona opið fyrir smá impromptu spjall. Já. Þá ljúkum við þessu líka og næstu málin sem eru á dagskrá eru lokaðir liðir, þannig að við slökkum á streymi. Er þetta opnað glugga eða eitthvað með opnaðis fram eða eitthvað?